Já, góðu hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á miðvikudagskvöldi. Við ætlum að ræða ástand mála í ljósi, eins og við höfum gert hérna, í ljósi faraldurs og kreppu og uppreisnar í samfélaginu og upplausnar og átaka. En líka eins og við höfum gert svolítið undanfarna daga í ljósi brunans á horni Vesturgötu og Bræðraborgarstígs. Og til þess að ræða við mig í kvöld eru komin Sanna Magdalena Mörtudóttir sem borgarfulltrúi og Andrés Ingi Jónsson sem þingmaður og velkomin bæði. Takk. Við byrjum á brunanum. Sanna, ég sá að sósíalistar sendu frá sér, ég veit ekki hvað að kalla það, svona yfirlýsingu eða einhverja umfjöllun brunan og hvað hann svona merkti. Þar var talað svona kerfisbundið sinnuleysi gagnvart láglaunafólki og einhverjum innflytjendum. Hvað sjáið þið svona út úr þessu bruna? Hvað hann að segja okkur? Já, hvernig hefur að túlka þetta? Þetta hræðilegt sem átti sér stað þarna og þarna teljum við þörfa að skoða atburðina í stærra samhengi og þó að sé þetta nauðsynlegt að skoða verkferla varðandi til dæmis bruna eftirlit og alls konar svona verkferla í tengslum við það ef að eftirliti ekki sinnt í íbúðarhúsnæði í borginni og víða og svona valdheimildir til dæmis sem að slökkvilið hefur til þess að fara inn í þá íbúðir sem að eru enga svona reknar ef við getum kallað það svoleiðis að þá þurfum við náttúrulega að skoða þetta stærra samhengi og spyrja spurninga eins og til dæmis af hverju fólk á þeim stað að það að leigja. Já, ég vil ekki nota orðið íbúðir, það að leigja herbergi, það að leigja rými sem svona slæmt og á þessu verði sem við heyrðum, þegar við heyrðum að var til dæmis verið að tala við einn leigjanda sem að bjóða þarna og að stærri spurningin sé í rauninni af hverju við á þeim stað að í fyrsta lagi leigjendur sé að búa við svona aðstæður og í öðru lagi af hverju yfirvöld í rauninni leyfi þess að viðgangast. Eins og hefur komið fram í umræðinni að þá hafi íbúar í hverfinu margsinnis verið að benda á þetta og upplifa bara svona, máttleysi, ef ég get orðað sem svo, gagnvart kerfinu, hafi verið að benda á og ekkert hafi gerst. Þetta svona hljómar eins og allir hafi vitað af þessu, en hvað svo? Og allt í einu núna að fara einhvern veginn að velta við hverjum steini til þess að tryggja að ekkert svona geti gerst aftur og því miður þá svona fær maður þá upplifun að þetta sé oft á Íslandi einhvern veginn að það sé brugðist við þegar það allt of seint. Þetta hræðilegt sem að átti sér stað en það hefði verið, trúum maður, hægt að fyrirbyggja þetta og þetta bara hræðilegt. Andrés Ingi, það var margir líkt þessu við Grenfell Tower, brunan í Lundúnaborg, sem við ræddum líka hérna í gær, sem afhjúpaði raunverulega hvernig nýfrjálshyggjan hafði skrælt félagslega húsnæðiskerfið að innan, annars vegar það og svo hins vegar hvernig einkaaðilar hefðu komist inn í það og reynt að græða á félagslega húsnæði, en líka svolítið svona að það hefði ekki hlustað á þetta fólk. Það hefði verið athugasemdir við þetta væri hættulegt en þetta fólk svona, ef maður setur kæsar þetta og talar eins og var talað, að það var eiginlega skilið eftir í svona einu horni á þessu einu ríkasta sveitarfélagi í Bretlands og raunverulega ekkert sinnt. Svona kerfisbundin þöggun og höfnun á að þetta fólk skiptir máli. Getum við dregið svona ályktanir af brunanum á Bræðraborgarstíg? Já, ég held að sé alveg hægt að draga þessar ályktanir og jafnvel fleiri eins og til dæmis hvernig hefur verið grafið undan eftirliti á síðustu árum, bara kerfisbundið. Þannig að hluti af þessu einhvers konar sinnuleysi en hluti af þessu held ég að sé líka bara ótti hjá eftirlitsaðilum að fara af hörku í það að framfylgja þeim reglum sem eru til staðar, vitandi að öflin á bakvið þá misnotkun vinnuafls sem að þarna undirliggjandi, þau öfl
eiga peninga til að láta til sín taka og kvarta og kæra og beita öllum brögðum sem til eru til þess að í rauninni refsa skilvirku og öflugu eftirliti. Þannig að og á sama tíma sko síðustu árum hafa svona ákveðin öfl í stjórnmálum verið að tala niður það sem við kalla eftirlitsiðnað. En þessi eftirlitsiðnaður ekkert annað en sko byggingareftirliti sem að tryggir það að myndist ekki einhverja dauðagildrur í húsum og vinnueftirliti sem sér til þess að fólk sé ekki að starfa við hættulegar aðstæður. Þetta hluti af þessum eftirlitsiðnaði sem að alltaf á að þrengja að og aldrei má hafa almennilegt eftirlit. Þannig að við búum í kerfi sem að verndar braskarann, hann hefur svona meiri getu á því að verjast kerfinu og svo eiginlega lýsa því að kannski svona þau opinbera sér smeygt við vald sem að braskararnir hafa, ítök þessi í stjórnmálunum og fjárhagslega getu til þess að verja sig, sækja réttlætis til sín út úr dómskerfinu. Það því miður bara oflítið það rætt hvernig dómskerfið og réttargæslukerfið að það eru hinnir auðugri sem eru auðveldra með að sækja sér réttlæti heldur hinnir fátæku. Og þetta lýsir svona ástandi sem er eiginlega svona braskvæðing hugarfarsins og stjórnkerfisins. Já, líka sko að því að við svo við notum þetta erfiða hugtak þetta fólk bara svona innan gæsalappa. Þetta fólk sem á sér ekki málsvara innan kerfisins, fólk sem kemur erlendis að og að vinna láglaunastörfin og stoppa kannski ekki lengi við á landinu og það bara allt eftirlit með þeim hópi í molum. Verkalýðshreyfingin búin að benda á sko ofboðslega mikið af vandamálum í kringum þetta á síðustu árum og aldrei gerist neitt og versta útgáfan af þessu náttúrulega mansalið sem að allir vita að viðgengst. En samt erum við sko vorum að fá enn raskell inn í skýrslu bandaríska utanríkisráðuneytisins sem sýndi að sko sem benti á að 9. ári í röð hefði Ísland ekki sakfellt einn einasta aðila fyrir mansal og myndi á að sko það sem að við gerðum kannski helst væri að senda fórnarlömbum úr landi áður en rannsókn næði að klárast, þannig að við erum ekki einu sinni með kerfi til að verja þolendur sem síðan sko rifjar upp söguna af blessum landamærabílnum sem að rúntar á milli vinnustaða til að finna þetta fólk og henda því úr landi frekar en að finna hitt fólkið sem að hagnýta fólkið og arðræna það og einhvern veginn koma böndum yfir það. Það alltaf neðar í forgangsröðinni. Já, en ef maður er að skilja þetta, þá lýsingin sem þú gefur það að sko braskararnir hafi aukin völd og njóti eiginlega verndar hjá yfirvöldum og það bitnar mismunandi á fólki og bitnar verst á þeim sem veikast standa og þá þetta eiginlega bara lýsing á því að þetta sé eiginlega afleiðing af kapítalismanum frekar heldur en afleiðing af útlendingaandúð eða rasismu. Ég er ekki að segja að þú setja alltaf fram að svo sé ekki, en lýsingin, af því að þetta er tvíbent, sko, af því að þú með að draga ágætlega upp, sko, hvernig kapítalismin hefur hólað innan eftirlitskerfið og stjórnsýsluna og hvernig hún raunverulega þjónar hinum sterkar. Og svo náttúrulega þegar það er sleppt lausu, þá bitnar það á fólkinu sem stendur veikast og það er meðal annars innflutt verkafólk. Já, annað þarf ekkert að útiloka hitt. Ég held að sko, það sem hefur náttúrulega gerst á síðustu árum er að lægst launaða verkafólki sem er líklegast til að lenda illa í eftirlitsleysinu, það er hætt að vera Íslendingar og við erum bara búin að fylla það skarð með innfluttu vinnuafli. Þannig að allt í einu bara er þetta orðið kannski augljósara, hvernig svona viðhorf til útlendinga og viðhorf til lánafólks getur blandast saman í alveg ofboðslega hættulegan kokteil. Sósíaldemókratarnir þeir lögðu til að yrði stofnað innflytjendaráð til þess að borgarbatteríið gæti dregið til sín vitneskju það hvernig staðan væri raunverulega á hópnum og en líka yrði stofnað umboðsmaður innflytjenda til þess að verða vekamál þess og hugmyndin
hópurinn sé svo veikstæður að hann þurfi sérstaka aðstoð, að það sé ekki nóg að tryggja að allt sé þýtt og þarframdi göttunum, að hann hafi jafnstöðu við aðra, heldur sé viðurkenning á því að hópurinn veikstæður og hættari við það að verða kúgan. Já, þetta í rauninni að koma rödd fólksins sem við erum að tala beint að inn í stjórn borgarinnar. Að þetta sé millilega laust að fólki sem á í hlut segi hvað það sem að þarf að bæta og laga. Þetta sé ekki að fara í gegnum marga liði, þetta sé bara fólki beint að segja að það þarf að laga þetta og þannig erum við að tala erlent verkafólk sem í láglaunastörfum, hefur reynslu af þeim og hefur reynslu af því að búa við slæma stöðu á húsnæðismarkaði. Af því að við vitum að innflytjendur auðvitað fjölbreyttur hópur en þannig erum við að tala fólk sem hefur reynslu af slæmum húsnæðismarkaði, láglaunastörfum og veit hvað það sem það þarf að laga. Af því að auðvitað náttúrulega vitum við ekki nákvæmlega hvað átti sér stað núna í brunanum en ég trúi því að ef að eftirliti hefði verið betur seint og þá hefði verið hægt að fyrirbyggja margt sem að þarna átti sér stað, margt slæmt. En þetta snýst það að við höfum ekki bestu vitneskjuna. Við höfum ekki búið í ósamþykktum húsnæði með íbúðum á síðustu 12 mánuðum í borgarstjórn, svo ég viti til. Við höfum ekki þessa reynslu. Þannig við þurfum að fá reynsluna beint frá þeim sem að einmitt vita hvernig þetta og vita hvað það sem þarf að breytast, vita hvað það sem þarf að eiga sér stað núna strax og hvernig við eigum að laga það. Og við nefndum líka með leigjendasamtökin að það þurfa að styrkja stöðu þeirra og að því að núna þetta sem sagt í formi símaviðtala 2 í viku og þetta einmitt þegar við tölum svona aðgengi að upplýsingum, það spila líka stóran þátt í þessu að því að þetta oft bara kannski á íslensku sem getur fengið upplýsingar þannig að það þarf að hafa einhvern svona umboðsmann sem að þá í rauninni tekur saman kröfurnar og passar að þær heyrist hátt og skýrt í samfélaginu hvað það sem að einstaklingar í þessari stöðu vilja koma á framfæri. Nú vinnur þú hjá borginni og Andrés hjá þinginu og þið eru að skoða þetta mál og þið kallið til fólk til þess að fá fyllri mynd. Ég heyrði svona í útvarpinu þegar ég var bara að hlaupa að þá þeir sem voru að koma fyrir nefnd hjá þinginu og þá var það borgin og félagsmálaráðundið og slökkviliðið og löggan og verkalýðsfélögin. Við varum alltaf að bíða fyrir að kæmi einhver sem að væri raunverulega rödd fólksins sem að væri í þessari stöðu og það kom náttúrulega ekki. Og ég ekki að segja að sé borginni eða þinginu að kenna en það tróða svolítið fram að þessi hópur á ekki málsvara. Já, og þetta náttúrulega vandinn sem að við stöndum frammi fyrir þegar við erum að fjalla mál hjá þinginu. Við þurfum að hafa eitthvað málsvara til að tala við. Kerfið bara virka þannig að við getum ekki plokkað bara eitthvað af götunni og sagt, heyrðu nú, skal þú tala fyrir þennan hóp. Og það bara frekar nýlega að svona jaðarsettir hópar eru farnir að eignast málsvara. Þannig að við til dæmis, sem að nefni bara PEP, sem að loksins gat farið að mæta á nefndarfundi á þinginu til að tala fátækt, ekki bara eitthvað abstrakt félagsfræðilega, heldur bara eigin reynslu og það var eitthvað sem að mér fannst hjálpa velferðarnefnd mjög mikið þegar við vorum að fjalla mál þar sem við fengum þau á fund. Farandverkafólk á ekki svona hóp sem að við getum kallað til en auðvitað ætti eitthvað þannig að tala við þingið af því að inn á þingi er enginn sem að getur talað af reynslu af þessum aðstæðum. Við erum öll meira og minna fædd á Íslandi eða þau sem eru fædd í útlöndum eiga íslenska foreldra. Þannig að við þekkjum ekkert annað en að vera inklúderaður hópur í þessu samfélagi. Þannig að auðvitað þurfum við að heyra frá fólki. En síðan, og þetta er náttúrulega vandamál í ýmsu öðru eins og þegar við erum að fjalla flóttafólk og við fáum Rauða krossinn sem að talar er í svona talsmannshlutverki fyrir flóttafólk en eiginlegur raunverulegur flóttamaður
stígur varla inn fyrir dyr þingsins. Það gerðist þarna, fyrir rúmu ári þá fór hópur flóttafólks að skipuleggja sig og stóð tjaldborg fyrir utan þingið. Ég held að sé búið að senda það fólk allt úr landi, meira og minna, þannig að þar fóru þau að skipuleggja sig og það vakti svona dálítið stress hjá kerfinu og nú þarf kerfið ekki að vera að stressa lengur af því að hópurinn er málsvaralaus aftur. Þetta er eiginlega þveröfugt sem hefði þurft að gera þetta, að hlaupa út og veita þeim dvalarleyfi til þess að geta haldið áfram að skipuleggja hóp, því það er eiginlega nauðsynlegt að hafa hópið skipulegan til þess að geta fjallað málefnis. Já, algjörlega. Sanna, þú hefur starfað með PEP, sem er náttúrulega mögnuð samtök fólks í fátækt og hefur gefið fátækt rödd, þannig að nú eru ekki, ég er ekki að gera lítið úr því að félagsfræðingar eða fræðingar eru að greina og fjalla fátækt, en það er svona hólur hljómur þegar vantar reynsluna sjálfa. Þú hefur líka tekið þátt í að stofna félag leigjenda hjá félagsbústöðum, sem er svona dæmi um veikan hóp sem það sem að félagsbústaði mættu hverjum og einum sem sterki aðilinn, en með því að búa til samtök að þá getur hópurinn náð rödd og kannski náð fram einhverjum bótum gagnvart félaginu. Og ég veit að þú hefur verið að nefna ýmislegt annað hjá borginni, lagt til að borgin raunverulega stuðli að þessu, að þetta verði byggt upp, hagsmuna félög hjá þeim hópum sem ekki að fjárhagslega getur til þess að reka sína eigin hagsmunabaráttu. Hvað er þetta nauðsynlegt fyrirbrigði að þetta sé? Að við eigum ekki bara trú á því að stofnanirnar fari vel með vald sitt og sinni vel sínum skjólstæðingum, heldur er það nauðsynlegt að gefa fólkinu sjálfu rödd? Í fyrsta lagi þá er það náttúrulega nauðsynlegt fyrir fólk í þessari stöðu að tengjast öðru fólki í þessari stöðu. Þá svona fyrst fær maður viðurkenningu á því sem að eins og sem maður bara er að upplifa og er að gangi í gegnum. Þegar ég fyrst kynntist PEP, samtökum fólks í fátækt, þetta er svona íslenska fyrir People Experiencing Poverty og þetta er íslenskað yfir á PEP, þetta er svona jákvætt, að það var einmitt eftir að ég hefði greint frá minni upplifun af barnafátækt og þetta var svona í fyrsta skipti sem að ég kynntist hópa fólki sem virkilega skildi hvað ég hefði upplifað og ég þurfti ekki að útskýra, ég þurfti ekki einhvern veginn að segja söguna þannig að fólk gæti skilið hvað ég átti við, af því að þetta er einmitt samtök fólks í fátækt eða sem hefur upplifað fátækt, þannig að þetta er svona greiðlega mikilvægt að geta einmitt verið í hópi sem að veit nákvæmlega hvað er að tala og þetta er svo mikið valdefling að geta einhvern veginn svona sótt í þennan félagsskap og þetta er einmitt félagsskapur sem er að skipuleggja greiðlega margt. Og í öðru lagi þá hef ég tekið eftir því að stjórnvöld virðist taka meira mark á einhverju ef það kemur frá svona samtökum. Ef það er til dæmis kannski umsögn tillögur eða það er einhver stefnur sem er verið að senda út og þá er einhvern veginn tekið meira mark á því ef það kemur frá þessum samtökum. En ef að kannski einhver fátæk manneskja út í bæ fær að senda umsögn við eitthvað, þá er eins og það fái minna vægi. En ef þetta er samtök, þá einhvern veginn svona, já, herði, þetta kom frá blokkinni, félagi leigjenda hjá félagsbústöðum. Þetta er komið inn í samráðsgáttina. Þetta er komið inn sem formleg umsögn af því að þetta er formlegur hópur. En ef þetta væri kannski 2 einstaklingar heima hjá sér í stofu sem að leigja hjá félagsbústöðum, að þá einhvern veginn sé yfirvöld og stjórnvöld ekki eins mikið tilbúin til þess að taka markaði og ég veit ekki alveg hvað það er, hvort það er einhver meiri viðurkenning í því að þú sendir eitthvað svona formlega út og segir við erum formleg samtök sem að tókum að okkur að senda frá okkur formlega umsögn en ég hef aldrei tekið eftir þessu og ég skil ekki alveg og ég er ekki með svarið við þessu en þetta er gríðarlega mikilvægt af því að og sérstaklega að fá fram þessar raddir af því að eins og ég segi þá eru þeir sem að starfa innan stjórnvalda ofta ekkert kannski með þessa reynslu.
Það kannski líka að því að þetta eru lýðræðisleg félög, þá eru þeir að tala fyrir stærri hóp. Þessir tveir eiga erfiðleikum með að tala fyrir allan hópinn, en ef hópurinn myndar eitthvað svona félag, og svo þessi ekki allir í hópnum virkir, ekki frekar í verkefnishreyfingunni, þá getur að verið styrkur í því að þú sækir umboðið til annarra. Og það er líka oft sem að maður heldur kannski að maður sé oft að upplifa eitthvað, en svo kemur í ljós að það er þetta er svona rauði þráðurinn. Vandamálið er eitthvað sem að öll eru að upplifa oft. En Þórhildur Sunna var í gær og hún var að tala það að varðandi brunan á Bræðraborgarstíg, að hún að taka til sín það sem hún ætti af sök. Hún var það ekki verið í ríkisstjórn eða kannski ekki verið svona í valdastöðu sem bæri ábyrgð á húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar eða eitthvað slíkt, en hún sagði að varðandi sinnuleysi og þöggunina gagnvart þessum málum, að þá hún bara að taka á sig sem hluti af stjórnmálaumhverfinu, að þessi mál hefðu ekki verið til umræðu inn á þinginu eins og vera væri, og ekki á borginni og ekki bara í almennu umræðu, og við erum bara að laga það. Andrés, þú til í að taka þátt í því að setja þessi mál ofar, eða hvað? Já, algjörlega, og þetta er eitthvað sem að hefur ekki engan veginn og farið nógu hátt. Ég var nú að fletta upp fyrsta fyrirspurnin sem ég lagði fram eftir að ég var kosin 2016 snýrist aðgerðaáætlun gegn mansali sem var þá að renna út. Hún rann út áramótin 2016-17 og þá spurði ég ráðherra hvernig gengi að uppfæra hana. Svo liðu 2 ár og þá kom ekki aðgerðaáætlun heldur áherslur stjórnvalda í aðgerðum gegn mansali. Sem svona, það er ekki tekið eins fast á málunum í því. En þetta er eitthvað... Og ekki svona tímasett og erfitt að fylgja því eftir hvort það sé verið að fara eftir Já, ekki það að þessi aðgerðaáætlun hafi verið neitt dásamleg. Hún gilti þarna í 4 ár og það voru 10 milljónir á ári sem voru lagðar í hana. Það er ekki beint hægt að bylta samfélaginu fyrir þann pening. En þetta er eitthvað sem að ráðherrar sem að svöruðu fyrir þetta höfðu bara ekkert ofboðslega mikinn áhuga á að vinna í þessum málum. Og við bara þurfum að ýta fastar á þá. Núna eru þessi mál aðalega hjá dómsmálaráðherra að vinna gegn mansali, en félagsmálaráðherra á að tryggja öruggt húsnæði og við þurfum bara að passa að þeir tveir ráðherrar og bara sem flestir vinni þetta saman núna yfir sumarið, þannig að við fáum alveg aðgerðir bara strax í haust helst, því að það á að vera alveg ljóst hvað þarf að gera. En hvað veldur þessu sinnuleysi? Innflytjendur eru 13-14% af þjóðinni, 20% af vinnuaflinu, miklu fleiri, hlutfallslega fleiri á svona yngri, miðaldra og yngri miðaldra fólk. Gríðarlegu fjöldi og látið samt, og við vitum það, látið svona eins og vandi þeirra sé ekki alveg okkar vandi, það sé ekki alveg hlutverk ríkisins að sinna þessu, ekki alveg hlutverk borgarinnar að sinna þessu. Gerðist þetta of hratt fjölgun innflytjenda að fólk hafi ekki átt að segja þessu? Gengust margir inn á það að njóta, ávaxtana að þessu með því að geta farið með bílinn sinn og látið pólska stráka gera við að þrífan hátt og lágt fyrir lítinn pening, fá sér heimilishjálp, borða úti þar sem að uppvaskararnir eru á skítarlaunum. Erum við öll soguðust við inn í eitthvað svona spillingarástand og þess vegna þetta svona, má ekki nefna þetta er bleiki fíllinn í stofinu og má ekki nefna þetta, eða hvað veldur þessu? Hvar eru við stödd? Þetta er náttúrulega, það er alveg hægt að segja þetta að gerast hratt, en samt er þetta ástand sem að við þekkjum alveg frá því fyrir 15-20 árum. Ég meina, Kárahnjúkavirkjun til dæmis var byggð af innfluttu vinnuafli sem var farið illa með og
og látið búa við óviðeigandi aðstæður, þá hefði átt að vera hægt að bregðast við og laga ástandi en áfram það var ekki gert, það er ég að spyrja hvað veldur, erum við bara sátt við að fá Kárahnjúkavirkjun en sko síðan eru næstum 20 ár, þannig að sko það að þetta hafi gert hratt finnst mér ekki eiga við, heldur þetta frekar eins og þú segir að það er svona velsæld samfélagsins byggir mjög mikið á því að sé hægt að vinna ákveðin störf fyrir lítinn pening og ég held að fólk hafi bara ekki viljað horfast í augu við það og við erum núna neyðumst til þess því miður þurfti þessi bruni að eiga sér stað til að hrista suma í gang en vonandi verður ekki hægt að sópa því undir teppið eins og sko, öllum hinum dæminum sem við höfum fengið í gegnum árin nú bara verður að gera eitthvað. Ég held að þetta sé stéttvæðing í bland við það að Ísland kunni ekki að ræða ímynd sína og einhvern veginn svona viðurkenna það að við séum miklu fjölbreyttari en við erum. Þetta er svona sögulegt, þetta er einhvern veginn svona kannski blandast aldrei við það að hinga til lands komu margir erlendis frá og við höfum aldrei tekið þetta samtal að Ísland sé ekki lengur bara erfðafræðilega allir sem að eiga, hvað segir maður, íslenska foreldra, það hægt að orða það, af því að Ísland er náttúrulega alls konar, Íslendingar eru alls konar, þannig ég held einhvern veginn að ímyndin af erlendu fólki hafi rosalega lengi verið bara verkafólk sem að kemur hingað til að vinna, sem gerir ekkert annað, er alltaf 12 tíma vaktum, vinnur, sendir pening heim, sendir pening í gegnum Western Union, á sér ekkert félagslíf, þau bara heima að sofa í gamanum sínum, þú veist, vinna, sofa, er ekki að, hvað segir maður, orðræðan var einhvern veginn svo að þetta verkafólk sé ekki aðlagast, þau eiga sér fjölskyldu heima, þau ætla aldrei að sitja stað í íslensku samfélagi, svo fara þau bara heim, þannig ég held að einhvern veginn svona ímynd Íslands hafi lengi vel verið bara svona rosalega sátt við það og einhvern veginn hugsa bara við þurfum heldur ekki að aðlaga okkur að breyttum veruleika. Þannig ég held einhvern veginn að sú saga sé eitthvað sem við þurfum líka að gera upp, hvernig ætlum við að viðurkenna það að við höfum ekkert staðið okkur í stykkinu að taka á móti því að Ísland er ekki eins og Ísland var árið 1990. Það er bara staðreynd, þannig ég held að það tengist í líka. Umræðan farið fram eins og við séum svona etnískt samfélag, að umræðan þegar bara fram eins og að séu við 80% sem eru mættu og þingaðsýslu eða eitthvað, en hitt sé bara einfaldlega ekki með í umræðinu, ekki bara huldufólk. Og ég held að vandinn sé líka að það er kannski ekki, það er ekki hefð fyrir því að við ræðum hluti og mótum stefnu samfélagið bara almennt, en þarna að eiga sér stað bara heilmikil samfélagsleg breyting sem að sko mun fara algjörlega í vaskinn ef að við erum ekki með skýra stefnu og vitum hvað við erum að gera. Ef að samfélagið tekur því ekki alvarlega að taka á móti þessum 15% sem að flytja til landsins, þá er bara voðinn vís. Þetta er svar sem að kom frá Bjarna Ben óskipt mál en sem sýnir þetta ágætlega. Þá var Oddný Harðardóttir að spyrja hann hversu margir inni í ráðuneytinu, hversu margir starfsmenn ráðuneytisins væru með skerta starfsgetu. Af því að það er stefna hjá stjórnvöldum að auka atvinnutækifæri þess hóps. Svarið var einfalt, það er engin. Og síðan var liður 2, hver er stefna ráðuneytisins varðandi ráðningar á fólki með skerta starfsgetu, og það er engin stefna. Þetta leiðir eiginlega af sjálfu sér. Ef að ráðuneytið er ekki með neina stefnu að ráða inn starfsfólk með skerta starfsgetu, þá bara heldur maskinan áfram að rúlla eins og venlega og það fólk er ekki ráðið inn. Þannig að sko stefnan verður að koma fyrst og síðan lagar kerfið vandamáli sem stefnan á að laga. Og á miklu stærri skala en alltaf þetta með það að takast á við Ísland sem fjölmenningarsamfélagi sem við erum orðin. Umræða
svona síðustu, þessu skrítið þessi kórónafaraldur, að hann kemur og veldur kreppu og svo gerast atburðir eins og morðið á George Floyd sem einhvern veginn afhjúpar óréttlætið sem að bæði faraldurinn og kreppan dregur fram og veldur svona bylgju samfélagi. Meðal annars menn vilja fella styttur sem náttúrulega verið að benda á bæði að það er verið að hampa ofbeldisstefnu og ofbeldismönnum, en líka mörgum leyti að hvað sagan er monotónisk. Hún er eiginlega bara kúarana og ekki kúarana og þá eru það svartir Bandaríkjamenn, það eru konur, það eru fatlað fólk eða með skerta starfsgetu sem ekki getur ekki vinnu í fjármálaöldru og svo höldum við svona áfram að telja alla sem eru skildir eftir einhvern veginn út undan í samfélaginu og eftir sitja kannski bara einhverju örfáir sem að fá að vera með. George Floyd og Grenfell Tower og svo brunin á Bræðraborgarstíg, mann finnst þetta að vera svona þegar það gerast inn í það andrúm sem er núna, að það svona magnar upp þetta kerfisbundna óréttlæti, útilokun og þöggun sem er í samfélaginu. Getur verið að við séum að ganga inn í tíma þar sem að þessi mál verða margfalt meira í deiglunni heldur en að verið hefur. Bara að þetta hafi einhvern veginn stokkið upp svona stig. Eða sjáu þið að þetta svona fjari niður og verði aftur svona business as usual. Þú talaðir á Austurvelli, Sanna, í Black Lives Matter viðburðinum. Sérðu tenginguna milli, sérðu að kannski að það að bruni kom inn í þetta andrúmsloft, að það hjálpa okkur að láta hann afhjúpa ástandið? Já, algjörlega, og ég held að fólk sé bara komið með óþol, en það spyr maður sig hvort að COVID spil ekki inn í. Það kannski það náttúrulega dálítið mótaði okkur sem samfélag. Það hjálpaði okkur kannski að maður getur orðað þannig að sjá hlutina dálítið í nýju samhengi, í öðruvísi samhengi, en svo auðvitað spyr maður sig kannski hvað gerist þegar að allt fer á sama skrið aftur, hvað tekur við þegar að sumarfrí kemur, hvað tekur við þegar að kannski hjólinn fara að snúast aftur eða verður samfélagi breytt að eilífu eftir COVID. Það er náttúrulega ýmislegt gerst sem að við byggumst alls ekki við að myndi gerast með tilliti til starfa og mörg sem eru núna í slæmri stöðu, til dæmis varðandi atvinnuleysi og mun það einhvern veginn opna á svona nýja víddir að við förum að skilgreina okkur sem samfélag á annan hátt og förum að sýna kannski meiri vera, sympatískari, svo ég sletti aðeins, er það einhvern veginn að hjálpa okkur að, setja okkur í spor annarra, að einhvern veginn hugsa hvað við höfum og hvað við höfum ekki, einhvern veginn þessi grundvalla þarfir sem við þurfum öll. Ég held að þetta tengist alveg, COVID, afleiðingar kórónufaraldursins, að það hljóti einhvern veginn að spila inn í hvernig við tökumst á við þetta, af því að maður veltir í fyrir sér ef að það hafði ekki komið. Hefðu við þá verið til í að sýna svona mikla samstöðu? Ég veit það ekki. Ég veit að það er alveg samt stór hópur hérna sem að er opinn fyrir þessu, sem að er alveg hingað ekki lengra, sem er að láta í sér heyra og það er mjög gott. En mun þetta halda svona áfram? Eða er þetta einhver bylgja? Ég vona ekki, ég held ekki. Það er eitt stórkostlegt sem er varðandi Austurvöll í 2 skipti. Að þeir sem að standa fyrir viðburðunum eru bara grasrót innflytjenda, fólk sem að ég man ekki eftir svona viðburðum sem að eru nokkrir svona afrikanskir Amerikanar búsettir á Íslandi sem að stóðu fyrir viðburðunum og svo pólskar konur fyrir seinni viðburðunum. Það er svo að segja verða til málsvarar og hreyfing meðal innflytjenda. Það sem er kannski líkast þessu var verkfall Eflingar fyrir árið síðan, þar sem konur hótelstarfsmenn voru mjög ábyrgandi í þeirri baráttu.
Þetta svona, það breyting, það eitthvað í gangi. Ég upplifi sterka bylgju þar sem að fólki sjálft að stíga fram og segja frá sinni reynslu og mér finnst einmitt síðustu ár hafa verið dálítið svona bylgja þar sem að fólki sjálft bara að stíga fram og segja frá sinni upplifun og ekkert að óttast það engin skömm sem að fylgir því og það ekkert sem þarf að fela, þannig mér finnst það hafa einkennt dálítið síðustu ár, svona þessi frásögn að segja frá sinni sögu, að segja frá sinni upplifun, það að koma fram og ég held líka að samfélagsmiðlar hafi hjálpað við það og einhvern veginn að svona viðhorfið að það engin skömm fólkin í því. En öfugt við það sem að stundum við sagt samfélagsmiðlana að við sem alltaf segja sögun okkar til þess að segja hvað við séum einstök, að raunverulega hefur það líka þau áhrif að við tengjumst þeim sem í sömu stöðu og að það að við sem að segja sögun okkar náttúrulega tengir okkur inn í hóp og mögulega hagsmunabaráttu út frá því. Þá eru margir sem að tengjast og kynnast og þá stækkar hagsmunabaráttan. Samtökin sem að knýja á breytingar. Þannig að ég vona að þetta haldi áfram. Varðandi það hvort þetta hrökkva aftur í sama farið, þú varst að tala um það, þú varst að vonast þess að gera ekki. Ég sitt hérna öll kvöld við rauðaborðið og spjalla við frábært fólk og stundum vísað í það hvernig það var hérna eftir hrun, þar sem við höfðum öll svona væntingar að við myndum horfa á það sem að skipta okkur mestu máli og þið kannið þetta, prjóna peysu og borða slátur og vera svona heima og það var svona rómatísk svona hugmynd. Það sem að fólk að tala um í dag finnst mér vera að fólk vil bara losna við nýfrjálshyggjuna, losna við þetta græðgissamfélag, losna við braskvæðinguna og mér fannst eiginlega ummæli sem að nágranni hérna á Bræðraborgarstígunum sagði í einum fréttum sem sagði ég bara vil ekki búa í svona samfélagi. Ég vil ekki búa í svona samfélagi sem að býr svona aðbúnaða fólki. Og mér finnst þetta mun, ég veit ekki, þau eru svo ung, ekki þú reyndar Andrés, en muna aftur í ástandi eftir hrun, mér finnst vera töluverður munur á hvernig fólk talar og hvað það sem að raunverulega tala um það, hvað skiptir máli, að þá rúmar það mjög vel baráttu fyrir bættu samfélagi á meðan að stemmingin eftir hrun var svona kannski öðruvísi. Ég held náttúrulega heimsfaraldur og viðbrögð stjórnvalda sem ná ekki yfir okkur öll, ná ekki til allra, plús áföll í samfélaginu, plús að núna eru mörg sem bara kannski vita ekki hvað tekur við, leiðin alltaf til þess að það bara þetta ekki að fara að ganga, hvað getum við gert? Bara nei takk. Þannig að þó svo að sumir vilja tala um að búsaldabyltingin, sumir eru eftir þess að tóka þáttíðinni verða svona leiður og segja búsald, það var ekki bylting, þetta var ekki bylting að breytingin einu. Já, hún hérna og svo kemur þetta ástand svona ofan að þá sé það grunnur sem að ítir undir sko meira afgerandi kröfur breytingar af fólki, Andrés. Þetta og fjarskiptavernd. Nei, ég held sé sko ágætt byrjun. Sko búsáhaldabyltingin kenndi okkur að mótmæla á bara allt öðrum skala en hafði þekkst áður. Það sem að gerði síðan í millitíðinni var eitthvað svona tilfinningabylting sem að ég held að við séum að uppskera núna. Þú veist, það að fólk geti staðið á Austurvelli og talað frá mjög svona persónlega viðkvæmum stað. Hvort sem það sko að segja sögu af sinni eigin fátækt eða sko misrétti vegna kynferðis eða kynþáttar eða bara hvað það að standa á Austurvelli og tala fyrir framan hópa fólki og sko sá hópur móttækilegur. Þetta eitthvað sem hefur átt sér stað á síðustu árum, einmitt vegna samfélagsmiðla. Við erum búin að sjá allar þessar byltingar þolenda, alls konar ofbeldis og fólk sem að glíma við þunglyndi og þú veist, alls konar hópar búin að stíga fram og bera sig á samfélagsmiðlum. Og þetta, sko þessi tilfinningagreind eða hvað það þú veist, það að þora að opna sig sem að fólk fara að gera í massavís, blanda saman við getuna til að mótmæla af krafti, þetta alveg stórkostlegur kokteil. Þetta það sem að þarf til þess að breyta samfélagi því að sko það að vilja betra samfélag, það fellir ekki inn í sko einhverja rökhyggju orðræði heldur, það bara beint í tilfinningarótina. Það að við viljum að við séum bara betri við hvert annað og séum ekki að láta fólk vinna hættuleg störf fyrir lúsalaun.
það ekki rökhyggjanatala, þetta hjartað í okkur. Og þannig að ég held að við getum alveg verið bjartsýn ef að þetta heldur áfram og síðan náttúrulega magnaðist þetta í COVID þar sem að við vorum bara eins og einn líkami. Hvert og eitt okkar eins og fruma í líkama þurfti að passa upp á sig til að berjast gegn sameiginlegum sjúkdómi sem að var að leggist á okkur öll. Já, annars að ég vilji sveigja frá umræðum sem við höfum verið með. En varðandi þetta með COVID, hvernig þjóðin brást við og þjóðin náttúrulega gekk lengra raunverulega, var að tala um hlýði víði, en þjóðin gekk eiginlega lengra, tróð sig meira inn í skel og það voru fleiri sem voru í svona sjálfskipaðri sóttkví heldur en voru og það voru þjóðin sem framdi þetta afrek og við erum smitlaust samfélag. Og þá einhvern veginn fyrir í gang svona þrýstingur á því að opna samfélagin aftur af því að ferðaþjónustan verði að ná inn einhverju og núna allt í einu, þannig þessi þjóðalíkami, þetta er þessi að tala hann getur upplifað sér svolítið sviki núna þegar það bara eru grassandi svit út allt og á þess að ég vilja fara snúist út í tala sóttvarnir. En að þú nefndir svona þjóðin var samstíga, að hún pínandi svikin í dag þegar var látið undan svona kröfum að opna landi til þess að örva hagkerfið og allt í einu bara helviti smitið komið eftir Já, en við náttúrulega okkur vantaði að losa hömlurnar. Það eins og mótmælin á Austurvelli út af Black Lives Matter voru þarna bara rétt í endan á mestu hömlunum og það var rosa hvað maður segja, það var eftirspurn eftir því að fara að geta hist undir beru lofti í einhverjum stórum hópum. Þannig að þetta náttúrulega bara einhver balans sem þarf að finna. Þarna eru sóttvarnayfirvöld að reyna að losa hömlurnar án þess að allt fari í steik og meðan hlutinni fari ekki alveg til fjandans þá held ég að það sé eitthvað sem að við öll séum sammála að við viljum geta ferðast landið og við viljum geta hitt ættingja og vini og við viljum geta mætt á Austurvelli í sólina með fullt af fólki. Ég var ekki að tala um það, ég var að tala um að opna landið með því að hleypa inn fólki með flugi sem að þarf ekki að fara í sóttkví, þú gæti bara tekið þetta test og þá byrjar þetta að dreifast aftur, þannig að kannski getum við ekki fara á Austurvöll 500 saman. Ég var á Austurvelli þessu tíma og það var líka fögnurinn yfir því að það væri hægt að koma saman af þessu tilefni eftir COVID. Það var mjög sterkur fundur. En kannski getum við ekki eftir manns, ég veit ekki. Já, við bara vonum það besta en einhver tímann þarf að opna landið og kannski eru óþægindin vegna þess að við erum líka að upplifa það að við erum bara í tilraun. Það veit enginn nákvæmlega hvernig á að losa þessar hömlur og ef það gengur illa þá þarf að stíga skref aftur á bak og fyrir viki þá vantar okkur allan fyrirsjáanleika. Við vitum ekki hvað gerist næst. Þá tekið upp þráðinn aftur sem var það að það var búsáhaldabyltingin sem að kenndi þjóðinni að mótmæla, eins og Andri segir. Og það var bæði mótmæli sem við tengjum við búsáhaldabyltingina, Icesave og margir aðrir hlutir, Panama-skjölin sem eiginlega svona þráður þar. En Andri nefndi líka alls konar mótmæli þar sem að þolendur ofbeldis voru að mæta, við getum talað trauslugaukunar, við getum talað tabú, fatlað fólk sem að benda á kynferðislega misbrot gagnvart fötluðum og veikstæðum, alls konar hópa sem að stíga fram. Svo kemur þetta áfall og við erum að ganga inn í djúpa kreppu og sem að mun reyna á það hvers konar samfélag við viljum byggja upp eftir kreppunni. Þetta eftir í huga því að stundum Bjarni Benediktsson, hann talar að við höfum aldrei verið vel stæð til þess að taka á móti kreppu eins og núna. Við ríkissjóður skulda lítið. En varðandi þetta svona stjórnmálanlega inneign þjóðarinnar, nú ég að tala mig aftur upp í svona bjartsýni sanna, getur verið að þetta, reynslan af búsáhaldabyltingunni og allt sem hefur gerst á, meðal annars PEP verður til á milli búsáhaldabyltingar og kórónukreppu. Getur verið að við, almenningur, séum bara nokkuð tilbúin í þetta
að taka þátt í umræðu í samfélaginu hvers konar samfélag við viljum byggja upp í kreppunni og það samfélag sem þá rís upp eftir kreppu. Já, algjörlega. Og nú viðurkenni ég var ekki í stjórnmálaþátttöku. Þarna þegar kreppan átti sér stað 2008 þá var ég 16 ára, þannig að ég hef ekki mikinn samanburð, en mér finnst vera mjög mikil virkni almennings núna og og mér finnst þess að sé mjög svona sterk rödd og þar sem að hagsmunasamtök alveg með á hreinu hvað það sem þau vilja, hvað það sem þarf að breyta og hvernig það væri hægt að koma því í gegn og stundum velti ég bara fyrir mér hvort að við hefum ekki bara að gefa hagsmunasamtökum hvað segi ég, bara sæti við í staðinn fyrir fulltrúa hjá Stjórnmálaflokkana. Já, og af því að núna ég búin að vera að lesa alls konar svona alls konar hátíðir eða kannski eitthvað svona hvað segir maður, fundur lýðræði og eitthvað svona efla rödd fólksins og eitthvað svona, þannig að hvernig væri að myndum bara gera þetta almennilega, ekki hægt að taka eitt þingfund bara þar sem að hagsmunasamtök fá að koma einhverjum frumvörpum í gegn eða eitthvað svoleiðis og einhvern borgarstjórnarfund þar sem að hagsmunasamtök fá bara einhvern pott og fá að deila honum, væri það ekki eitthvað sem að væri hægt að koma í gegn og núna til dæmis Reykjavíkurborg að taka á sig höggið fjármálalega séð vegna kórónufaraldursins en það alveg skýrar línur kannski hvert það fjármagn mun helst fara og það náttúrulega gott að stjórnvöld sé að taka á sig höggið vegna efnahagslegra afleiðinga af kórónuveirunni en það náttúrulega kannski til að halda dálítið þessum status quo. Það náttúrulega ekkert verið að fara mikið lengra niður tekjustigann til að ná til þeirra sem að þurftu raunverulega á aðstoð fyrir tíma kórónuveirunar. Það einhvern veginn svona við komumst í gegnum þetta sem samfélag en þá erum við að tala að hjálpa þeim sem að eru kannski hafa verið með 400.000 pluss en þau sem voru fátæk fyrir, þau kunna það hvað sem svo vel, þannig við þurfum ekki að hjálpa þeim eitthvað aukalega. Þannig að ég held að sé bara algjörlega komin tími til þess að við þurfum að huga því hvernig hagsmunasamtök geta fara að taka yfir og stýra þessu landi, er það ekki eitthvað? Það ef við erum að bera saman við 2008, þá getum við svona með blokkinni farið yfir og sagt, verkalýðshreyfingin, hún betur stödd núna en hún var og mörg svona baráttusamtök eru betur stödd, en það á ekki við stjórnmálaflokkana. Myndirðu segja það, Andrés, að stjórnmálakerfið sé í svona betur undir kreppuna búið núna en það var 2008? Er meira afl í stjórnmálaflokkunum, eru þau sterkari með dýpri rætur í grasrótina? Talar fólki inn á þingi meira röddu fólksins heldur en áður var? Hefur stjórnmálakerfið eða svona lýðræðisvettvangurinn, hefur hann elfst? Þú ert búin að koma, náttúrulega mikil breyting fyrir því að þú ert með þingi núna. Já, ég held að þetta sé svona, þú veist, bæði já og nei. Það hefur náttúrulega orðið dálítið mikil breyting í til dæmis samsetningu inn á þingi á síðustu 20 árum. Fyrir 20 árum voru þingmenn eldri og frekar kallar og frekar með einsleitari bakgrunn en það voru svona ákveðin stjórnmálaöfl frekar en önnur sem að brutu það kerfið dálítið upp þannig að við fengum borgarhreyfinguna inn og við fengum Pírata og það var fullt af nýju blóði sem að fór í VG á sama tíma og ég fór þangað inn. En byrju samt ekki alveg, Andrés, því að til dæmis fyrir einhverjum árum síðan að þá var alltaf einhver fulltrúi sjómanna á þingi, það var fulltrúi verkalýðshreyfingarinnar á þingi. Þú veist að sumu leyti hefur það orðið fjölbreytilega, en á öðru leyti þá hefur það kannski orðið einsleitara með einhverjum öðrum hætti. Getur það ekki verið? Jú, það er neiið í já og nei, Já, fyrir ekki. En síðan er það spurning, hvernig kemur öllum nauðsynlegum sjónarmiðum inn í 63 manna þingi? Þú getur ekki verið með fulltrúa allra hagsmunaafla í samfélaginu, heldur þarf þingi bara að vera duglegri og stjórnmálastéttin almennt duglegri að hlusta á þær raddir sem að þurfa að berast alla leið. Og við eigum sjálfa að geta lagt fram málin sem að
hóparnir myndu leggja fram ef að þeir mættu í þingsalinn. Og þetta held ég að sé líka aðeins farið að batna, af því að það er alveg spurning hvort samfélagsmiðlar séu eitthvað sem við getum þakkað fyrir þetta, eða bara svona samræðu hefð sem að er að mótast. Ef við tökum bara síðustu 10 árin, þá getum við hort á stjórnlagaráð til dæmis, sem að vann dröganir í stjórnarskrá í opnu ferli, þar sem að alls konar fólk gat hent inn hugmyndum og svo var bara unnið úr þeim. Þetta er svona ákveðin auðmýkt sem að stjórnmálastéttin þarf að temja sér, að hún get ekki fundið upp á öllu sjálf, heldur þurfa að leita út í feltið, og er mjög langt frá því að við séum komin að þann stað að þetta sé að raungerast, en þetta er samt, held ég, í dag betra en það var sem bara fyrir hrun. Það að stjórnmálamenn viðurkenni að þeir eigi ekki öll svörin og þurfi að hitta skjólstæðingarna sem að hafa svörin, það er eitthvað sem við hefðum ekkert endilega séð fyrir ekkert mjög löngu síðan. Dæmi sem þú tekur af stjórnarskránni er náttúrulega að það var reynt að gera þetta sem þú ert að lýsa, en síðan raunverulega snýrst líklega meiri hluti stjórnmálakerfisins gegn þessu og bara tekur ekki mark á þjóðaratkvæðagreiðslur. Þannig að þetta líka sýnir veikleika raunverulega stjórnmálakerfisins. Já, eins og alla góða sögur þá sýnir þetta bæði, það eru tvær hliðar á henni. En ég meina, ég vann í stjórnlagaráði sem nefndarritari og fékk að sjá hvernig þau nálguðust þetta, og það var bara, það var unun að taka þátt í því að það bárust, ég held að það hafi verið 300 umsagnir eða eitthvað, 300 hugmyndir sem var hent í pottinn bara utan úr samfélagi, og þau fóru yfir þetta lið fyrir lið, hverju einustu hugmynd og ræddu og tóku afstöðu til þess hvort þetta væri eitthvað sem myndi bæta drauginn eða ekki, og settu margt inn. Það var margt sem að rataði inn í endalega útgáfu. Betri vinnubröð heldur en að þú sérð á Alþingi kannski dagstæðlega? Já, á góðum degi þá erum við náttúrulega að gera svona. Á góðum degi þá fáum við inn umsagnir og tökum mark á þeim. En við sjáum, og ég meina við erum náttúrulega nýkomin úr þinglokum þar sem að heill haugur af stjórnarmálum pressaðist í gegnum pípuna án þess að hefði verið tekið nægilegt tillit til athugasemda sem komu inn. Við sáum þetta líka í ýmsum COVID-viðbrögðum, eins og þegar Alþýðusambandið sendi upp neyðarblís út af uppsagnastyrkjunum og sagði að það þyrfti að laga 4 atriði og það var brugðist við með því að laga hálft af þeim. Það eru samtökin sem að vita mest hvað þarf til að þau lög gangi upp. Það var hlustað á hálft af 4 atriðum. Þið eru ung, eins og ég sagði áðan. 2008 þá var Andrés 28 ára og Sanna 16. Ekki? Og þið eru hlutið að þeirri kynslóð sem að fær 2 kreppur í hausinn á skemmri tíma heldur en nokkur önnur kynslóð sem að við þekkjum. Við erum að fara kannski í kynslóðna sem að fekk kreppuna miklu og heimstyrjöld í þessu, kannski. En hafið þið trú á því að þetta ástand muni leiða til þess að aukinna róttækni ungs fólks? Hafið þið trú á því að upplifun ungs fólks af þessum áföllum, vegna þess að ungt fólk er með kannski veikari stöðu á vinnumarkaði og húsnæðismarkaði heldur en hinir eldri, og jáfnvel veikari stöðu en hinir eldri voru með þegar þeir voru á sama aldri. Haldið þið að það geti orðið svona klofningur í mati á samfélagsgildum? Haldið þið að stjórnmálaþátttaka ungs fólks verði meiri eða minni, að þau missi trúna á kerfinu sem ekki þjóni þeim? Hver er staða ungs fólks í stjórnmálum? Náttúrulega, ég sé þetta alltaf að ungt fólk skiptist alltaf í tvennt. Það er ungt fólk sem er til dæmis á vanskilaskrá, og svo er ungt fólk sem býr frítt hjá foreldri sínum og getur verið í háskólanámi og þarf ekki að hafa áhyggjur af miklu. Þannig ég held að fjárhagsstaða skiptir miklu.
og það móti afstöðu til þess svona hver heimssýnin og hver lífssýnin og það mótar rosalega mikið hvað þú tekur með þér út í lífið og svona kannski hvert þú ferð af því að þú svona kannski ferð í gegnum háskólanám og bara jafnvel kannski tekur lán hjá LÍN til þess að safna fyrir íbúð af því það á svo hagstæðum kjörum og þá kannski ertu með öðruvísi áherslur á hvað það sem þú vilt breyta í samfélaginu heldur en ef þú hefur reynt að koma í gegnum framhaldsskóla eða háskóla og þurft að taka alls konar lán til þess að klára gráðuna. Þannig að ég held að þetta sé rosalega tvíþætt og ég held að það skiptir rosalega miklu máli einmitt hver fjárhagsstaða og núna velti ég fyrir mér einmitt var kreditinfo til fyrir 50 árum eða eitthvað sem að tengist í eða eitthvað sem sambærilegt af því ég veit að kreditinfo var ekki til þá. En þetta... Ég heita Stasi og verið í Austur-Þýskalandi sem leyniþjónusta. Af því við erum búin að tala eftirlit og skort á eftirlitið, við byrjum á því í þættinum og eftirlitið á fátækufólki og hvað það fylgir þeim rosalega lengi einhvern veginn út í gegnum lífið. Ég held að það móti hvort að einstaklingar verði virkir. Það getur haft greiðlega áhrif á svona pólitíska virkni held ég. Og já, það eitthvað sem að maður myndi vilja sjá hverfa, þetta gríðarlega eftirlit. Af hverju erum við til dæmis ekki með eftirlitsbíl sem að nær þeim sem að brjóta á verkafólki, var ekki einhver að tala það daginn, það var góða punktur. Af hverju erum við ekki með eftirlitsbíl gagnvart þeim sem fela peningi sinn í skattaskjólum, af hverju erum við ekki með eftirlitsbíl fyrir fólk sem að brýtur á fólki sem að reyna að eiga gott heimili í litlum herbergjum. Af hverju erum við ekki með eftirlitsbíl gagnvart þessu fólki? Af hverju erum við að fara svona illa með fólk sem að reyna að skapa sér gott líf? Ég held að allir þessi þættir leiði til þess að stjórnmálaþátttaka ungs fólks verði jafnvel meira en hún og kannski öðruvísi. Núna náttúrulega kannski ég ekki með hlutlaust mat en svona eins og ég hef séð þetta í gegnum tíðina það finnst mér eins og ungt fólk hafi oft komið inn í stjórnmál í gegnum svona stúdentapólitík að það hafi verið oft frekar stór hópur og það náttúrulega hópur sem að kannski lætur sig málin varða og hefur orku til þess og mikinn áhuga á málefninu en ég held við eftir að sjá bylgju af fólki sem að kemur jafnvel úr öðrum áttum og hefur ekki farið í framhaldsnám, hefur ekki farið í áframhaldandi nám eða skóla og það verður mjög áhugavert að fylgjast með því. En þetta einmitt þú veist þessi hópur af ungu fólki sem að mætti til dæmis á Black Lives Matter mótmælin á Austurvelli sem að var stærri og fjölbreyttari heldur en við sjáum yfirleitt á svona stjórnmálaviðburðum. Það einmitt fær mann til að vera dálítið svona vongóðan það að bæði verði tempóinu viðhaldið að við hrökkum ekki strax aftur í sama gír og að þú veist þó bara hluti af þessu fólki færi inn í hefðbundnu stjórnmálaflokkana til að reyna eitthvað að breyta kerfinu þaðan þá það alveg strax rosaleg búbót fyrir samfélagið. Og ég held einmitt að nú er Gunnar Smári var góður að segja að við sanna séum af sömu kynslóð en veist, fólkið sem er núna á aldur við Sönnu, þú veist, það bara af allt öðru kaliberi en við fertugafólkið, hvað þá þegar við vorum 26 ára. Það bara, það er betur inn í heimsmálunum, það er betur inn í samfélagsmálunum og það þessi réttlætiskennd sem að brýst fram af og til og svo, maður getur bara, hún verður áþreifanlega á þessum viðburðum sem að ég ekkert viss að mín kynslóð, hvað þá Gunnar Smára hefði náð að tengja við. Og það það sem... Það getur verið að þú sért að kynslóðinni sem komst til vits og ára á nýfrjálsíkjárunum. Það kannski, þú veist, 16-24 þegar fólk svona setja sig inn í heimsmálin. En Sanna hins vegar kynslóðin sem komst til vits og ára eftir hrun. Ég náttúrulega komst til vits og ára þegar áður nýfrjálsíkjár var til.
Þannig að við erum raunverulega að gera ólíku svæði tímabili. En heldur að þetta geti skipt máli að til þess fólki sem komst í vitsu ára á nýfrjálshyggjuárunum þegar stjórnmál voru eiginlega að búa af stjórnmálavæða stjórnmál. Þau snerust ekki og framtíðin var til dæmis ekki á vettvangi stjórnmálanna heldur átti bara ríkisvaldi helst að gera sem minnst og svo kom framtíðin til okkar einhvern veginn af frjálsum markaðsviðskiptum og kannski myndi Steve Jobs koma með framtíðina til okkar frekar en að yrði til einhver framtíð sem við berðumst fyrir. Þannig að þessi kynslóð að þú sért kannski af svona kynslóð sem að ég veit ekki, þarf að fara í svona yfirhalningu. Mögulega, ég meina ég ólst upp á Davíðsárunum og narratífi sem var alltaf í gangi þegar ég fyrir að byrja að kjósa og svoleiðis bara einkavæðing og minimal state. Það bara, það normið, þannig að mín kynslóð, talandi um að berjast gegn eftirlitsiðnaðinum, það bara kynslóðin sem að verður fullorðin þegar að eftirlitsiðnaðurinn bara með skotmark á bakkinu. Og núna erum við komin á þann aldur að vera við að fara stjórna samfélaginu og bara vonandi að við förum ekki að endurtaka vitleysuna. Þú ert svona hálfpartinn leggja til að vera hleypt yfir ykkur og kynslóð sönn og bara sett inn. Já, allavega ekki þannig að við verðum þölsetin og Davíðskynslóðin var. 68 kynslóðin, hún satt slímsetu á valdastólum og það rétt núna sem að hún að sleppa tökum. Þó svo ég sé að reyna að tala þetta svona í hálfkæringi þá það náttúrulega hluti af því sem að gerast að þegar nýfrjálshyggjan hrynur sem efnahagsstefna, sem stjórnmálastefna þá kemur náttúrulega í ljós hversu djúpstæð áhrif hún hafði eiginlega á allar hugmyndir í samfélaginu, manngildishugmyndir samfélagið, gildi einstaklingsins í samfélaginu, skyldur hans gagnvart því og fleira, að þetta var náttúrulega rosalega sterkt eigin hagsmuna tímabil sem hafði mikil áhrif á bara allan hugmyndaheiminn og það ekkert skrítið að við séum að leið okkur að tala svona grundvallaratriði. Því að líklega erum við á tímum þar sem að þarf eiginlega endurskoða allt. Sanna, erum við þannig á tímum? Erum við á árinu 0? Allt til endurskoðunar? Ég held að þið að tala svona áhrif nýfrjálshyggjunnar. Ég held að það sé margt sem hafi haft áhrif kannski á kynslóðina mína sem að ég sjálf bara að átta mig á að tengist þessu sem ég tengdi ekki beint við einhvern veginn að væri afleiðingar þessa tíma og afleiðingar þessar hugmyndafræði sem að bara svona tengist kannski því sem að ég gerir persónulega tengist því einhvern veginn ef ég stend mig betur og þá verður allt í lagi sem að með svona síðari árum ég bara fara að sitja í samhengi við samfélagsgerðina að það sé einhvern veginn mikilvægt að skoða það í tengslum við rót svona samfélags og pólitískra svona stefnu sem að hafa verið sett en ekki einhvern veginn að ég sé ekki að standa mig nógu vel eða ég einhvern veginn þurfa að herða mig eða ég þurfa bara að vera duglegri eða ég þurfa bara að vakna fyrr að þá get ég lesið meir og fengið herri einhvern á prófinu. Þú veist, þetta einhvern veginn ómögulegt að reyna að aga sig til þess að ég geti skráð mig í fleiri áfanga og útskrifast fyrr svo ég fái gráður, svo ég komist fyrr í launastarf svo að ég einhvern veginn geti greitt niður námslánin hraðar eða eitthvað svona fáránlegan hugsunarhátt, þú veist, einhvern veginn að ég sé besta útgáfan á sjálfum sér. Líka svona nýfrjálshyggjufrelsi. En það sem hún lýsa náttúrulega rosalega eyðileggjandi afl nýfrjálshyggjunnar að vera með þessar linnulausu kröfur að það þú sem að þarft að laga þig til þess að geta að lifa góðu lífi. Engin fókus á það að þú getur tekið þátt í baráttu að búa uppbyggja betra samfélag. Eins og þegar vinkonum mínar að vinna rosalega mikið og þá ég að reyna að venja með því að segja bara eitthvað átt svo dugleg, þá ég meira bara eitthvað, já, þetta ekki aldrei mikið, ertu vissum að þetta sé ekki slítandi og manstu síðast á þegar þú varst bara alveg ekki að ráða við þetta í staðan fyrir bara eitthvað vel gert, þú ert svo ótrúlega dugleg, þú veist hvað, hvert eru að koma sem samfélag ef við erum einhvern veginn alltaf að keppast við að vinna meir, af því það einhvern veginn markmið að vera betur en í gær. Og þetta narratífa sem að gegnsýri svo mikið að ég held við áttum okkur ekki á því stundum. Núna í vetur afgreiddum við nýtt lánasjóðskerfi
og þar einhvern veginn sjálfstætt markmið að lánahlutin sé sjálfbær, af því að einhver hluta vegna þá má ríkið ekki, hvað væri að því að dæla nokkrum milljörðum inn í lánahlutan frekar en að sko þeir sem að greiða á námslánum standi undir því sem greitt út úr sjóðnum. Það bara, þetta var einhvern veginn, þetta var sett fram í frumvarpinu eins og þetta verið bara sjálfsagt. Og nú vorum við að klára þingveturinn og þá býst ég við að einhvern tímann í vikunni birtist ræðutíma topplistinn og yfirlit yfir það hvað þingið var duglegt að klára mál og við heyrum reglulega sko sérstaklega fólk sem að sko hefur eitthvað reynslu úr atvinnulífinu tala hvað þingið sé óskilvirkt, en af hverju á þingið að vera skilvirkt? Af hverju á sko málstofa lýðræðisins, af hverju á það hvernig við breytum samfélaginu að snúast skilvirkni ekki miklu frekar að við eigum að vera dálítið óskilvirkt til þess að tryggja það að við tökum tillit til allra sjónarmiða, til að við tölum við alla, til að við sko gefum okkur dálítið góðan tíma og ef að tíminn dugar ekki þennan veturinn þá bara söltum við málið til sumars frekar en að sko geta trommað fram með hér talaði þessi maður í 1 sólarhring og 22 klukkutíma sem ég held að sé kóngurinn þetta árið og við kláruðum 150 frumvörp og það bara frábært, þetta þýðir að þingið stóð sig vel. Við unnum fyrir launum okkar þetta árið. Þetta náttúrulega, þetta svo banal nálgun á það hvað það að móta samfélag. Kostulega að sko business-skallandir, bæði í Davos og í hringborði svona eins konar viðskiptaráði í Bandaríkjunum, ekki alveg það en samt þau hefur verið að benda á það að sko skilvirkni kannski ekki mælikvarðinn sem við stefna að. Því það getur leitt til mjög veikra fyrirtækja sem að brotna við áföll. Það sem við höfum að miða að sigla. Það sem við getum sko farið í gegnum áföll. Þetta verið að endurskoða raunverulega hugmyndir hvernig á að vera fyrirtækjarekstur á meðan það ennþá þannig að opinber rekstur að taka inn sko gömlu frasana hvernig á að reka fyrirtæki og eins og þú segir Andrés að það sé komið inn á þing að þess að meta þingstörf út frá því hvort það sé sko skilvirkni eins og það sé einhver sko verksmiðja frá 1990. Herðu, en ef ekki að segja þetta gott í kvöld, mjög gaman að fá okkur í heimsókn og spjalla. Við byrjuðum á því að tala brunan og svo hefur þetta leitt hingað og þangað og eins og oft vil verða þegar gamall karl stýrir umræðunum og með yngra fólk að þá snýst þetta aðeins kynslóðir og annað slíkt og lífsgildi og fleira. Ég hef lært mikið af þessu. Sanna Magdalena Martinsdóttir og Andrés Ingi Jónsson, takk fyrir kærlega fyrir. Hlustendum þakka ég fyrir að sitja hérna með okkur. Ég hvet ykkur til þess að fara inn á heimasíðu samstöðurinnar, samstöðun.is ekki með íslensku stöðum. Þar eru allir þættirnir. Það er líka að ganga inn í alþýðufélagið sem að ætla sér að verða svona stoð á bakvið samstöðuna sem að vaxa. Hér að fjölga þáttum. Ég hvet ykkur til þess að fara líka inn á Facebook síðuna eða YouTube síðuna. Þar eru allir þættirnir mikið af róttækri samfélagsumræðu á háskatímum. Takk fyrir í kvöld.